Góðan dag, ég heiti Viðar, ég kenni eðlisfræði við Flensborg. Við ætlum að skoða gasjöfnuna P sinnum V jafnt og N sinnum R sinnum T. Þar sem P stendur fyrir þrýsting, úr enskunni pressure, stóra V stendur fyrir rúmmál, volume, litla N fjöldi móla, úr enskunni number, R gasfastinn og T hitastigið. Og það kannski best að taka það bara strax fram að hitastigið T þarf alltaf að vera í kelvinum. Og taktu eftir að þetta ekki gráður kelvin, heldur bara kelvin, ein af SI einingunum. Þá skulum við skoða hvernig gasfastinn R. Hann nefnilega dálítið mismunandi, svona eftir því hvort að við erum efnafræðilega sinnuð eða eðlisfræðilega sinnuð. Og eðlisfræðingar nota að gasfastinn 8,31 í einingunni joule á mól á kelvin. Það ef að rúmmálið mælt í rúmmetrum og þrýstingur mældur í paskalum. Pascal sama sem Newton á fermetra. Jæja. Hins vegar efnafræðingar voða hrifnir af gasfastinn 0,082 og einingar hans atmosferur lítrar deilt með mól sinnum kelvin. Efnafræðingar mæla nefnilega rúmmálið í lítrum og þeir mæla þrýstinginn í atmosferum, þar sem venjulega andrúmsloftþrýstingurinn 1 atmosfera. Þá skulum við kíkja á jöfnuna aftur og við skulum skoða hvað kemur út þegar að við deilum með N og T vinstra megin, eða báðum megin raunverulega. Þá stendur eftir R sem bara gasfasti. Og þetta þýðir að þrýstingur sinnum rúmmál deilt með mólafjölda og hitastigi alltaf fasti fyrir allar aðstæður. Jæja, þetta þýðir að við getum skrifað, sérstaklega tökum við bara fyrir innilokað loft. Þá nefnilega mólafjöldinn sá sami, hvernig sem við breytum síðan rúmmáli og hitastigi. Þetta þýðir að við getum sagt að jafnan hún gildir P sinnum V deilt með T, hún gildir alltaf sem fasti fyrir innilokað loft. Þannig ef við köllum þetta aðstæðu númer 1, þá það sama hlutfall eins og aðstæður 2. Og við getum reyndar haldið áfram og sagt bara að þetta gildir þá áfram. Að lokum ætla ég að benda þér á að loftmælar, eða þrýstingsmælar, þeir mæla alltaf þrýsting umfram umhverfisþrýstinginn eða andrúmsloftþrýsting. Og það þýðir að þegar við förum að reikna
aðstæður inni í svona kút eða bullu, já, þá þurfum við að bæta við andrúmsloftþrýstingnum. Jæja, í eðlisfræði tilfellinu þá myndum við bæta við andrúmsloftþrýstingnum sem að er 100 og 1300 pascal, en efnafræðingar þeir myndu bæta við einni atmosféru ef þeir eru að reikna með gasfastana sínum. Prófaðu nú að reikna þessi dæmi sem að standa hér á blaðinu og það sem betra er, í næsta eðlisfræði tíma koma 3 af þessum dæmum á örprófi. Þú getur glímt við þau líka. Gangi þér vel.